Það eru bara on. Sestir. Já. Hvað er að byrja? Við vorum að tala það hérna... Já, heyrðu. Hvað ættum að byrja á... Byrja á bara... Ég ætlaði að fara að tala við geimverur og Twitter-hjölinn og... Akkurat. Og ég segi að við komum að þeim, sko. Ok. Mér langaði svolítið, þegar ég var að hugsa þetta, að sjá þetta fyrir mér, þá var svona... Langaði mér svolítið bara svona að fara yfir þetta allt saman, sko. Bara heildarmyndina. Bara, hvað er þetta samsæri? Þú veist, hvernig virkar það? Hvað er partur af því og hvernig? Og kannski svona... Og hvað er markmiðið, eða hver eru markmiðin, kannski? En svona, já, og reyna bara svona að fara yfir þetta lið frá lið, nánast, sko. Af því að nú hef ég stúderað þetta mjög lengi og meira heldur en flestir, ef ekki allir á Íslandi. Og þú veist, ég var náttúrulega bara með vefsíðu í 4 ár allavega, þar sem ég var bara á, þú veist, og ég sagði upp vinnunum minn á tímabili bara... Hvað hétt hún á sér? Gagnauga.is. Alveg Gagnauga. Já, og við vorum þar og þá var ég bara að posta greinum, posta myndböndum, skrifa greinar og stúderaði bara að lesa og þú veist, þetta var ekki auðveldur tími upp á bara sálarlífið að sökka sér svona í þetta, sko. En, já, og svo svona, ég kúplaði mig svona örlítið út úr þessi, ég segi það ekki, en maður var alltaf með annan fótum, maður fylgdist alltaf með, sko. Og svo, já, svona aðeins meira upp á síkasti, en svona, já. Þannig að, ég hugsaði bara um þetta, þú veist, af því að maður fær oft svona, þú veist, spurninguna, hvað, bara allt samsæri, skilur já, það er bara allt samsæri að þeir, já, sko, að því að punkturinn er svolítið að það er ekki beint allt samsæri, en það er nánast allt partur af þessu samsæri, svo nánast allir svona umdeilanlegir rökræðu vettvangar í samfélaginu, það er allt á einhvern veginn að vera að keyra áfram ákveðið agenda, sem við skorti íslenskt orð, kannski bara áætlun eða... Já, eitthvað svo leysa, það er ekki alveg þetta. Nei, akkurat, svona, já. Ráðabrugg, eða, já, ok, vitið flest hvað ég meina allavega. Og að og þú veist, það er allt saman svona, þú veist, hvernig tengist COVID-samsæri við global warming samsæri eða 11. september, þú veist, eða JFK, þú veist, hvernig er þetta allt tengt og akkur segir maður að þetta er allt samsæri eða einhverja skotára sér eða hvernig sem það er. Og mér langaði svolítið að því að þú veist, að mér finnst ég skilja þetta og mér finnst þetta fyrir augljóst fyrir mér, en ég get ímyndað mér að það séu mjög margir sem er ekki alveg að fatta hvað er verið að segja að sé að gerast og hver séu tengingarnar á milli. Og þú segir þessi augljóst fyrir þér, þú tala augljóst bara hvað samsæri er. Já, nei, samsærið er í þessu tilviki, það er að segja, ok, þannig að getum bara byrjað að segja hvert er markmiðið. Helsta, stærsta markmiðið er alheimsríkisstjórn. Það er númer 1, 2 og 3. Ok, þannig að það sem við erum að, svo spólum tilbaka, það sem við erum að fara að gera núna, er að þú ert að fara svolítið í saumana á stóru myndinni. Já. Og hvernig öll þessi samsæri tengjast. Akkurat. Ok, og það sem þú varst að segja er stóra markmiðið er hvað? Alheimsríkisstjórn. Ok. Þannig að það er að segja að búa til, þú veist, að miðstýra, að auka miðstýringu valds í heiminum. Þá erum við að tala um opinbers valds, þú veist, bara að það verði þá, þú veist, allt, að markmiðið sé að það sé bara forseti jarðarinnar, skilju. Ok, og þetta það sem að fólk er að tala um þegar það er að tala um globalistana? Já, í raun og veru, og New World Order, þú veist, að það er svolítið að vera þetta, sko, og að markmiðið, já, af því að þetta er markmiðið, að þá er sko, svo fyrir við út í hverju eru aðferðirnar, og aðferðin, alveg sama hvert þú ferð, þá er aðferðin hjá þeim svolítið þannig að þeir búa til eitthvað issue og svo er það sem sagt, keyra er það áfram út frá allt öðrum forsendum heldur en að þeir vilja, að það sé út að þeir vilja heimsríkisstjórn, skilju. Okay. Það er aldrei talað um það sem, þú veist, part af þessu. Virkilega. En það vill svo til að allir þessir hlutir leiða til þess á endanum að auka líkurnar á að gera þeim auðveldra fyrir að búa til alheimsríkisstjórn. Okay. Og að allir þessir hlutir sem þeir keyra áfram þennan áraður á, hann er þess eðlis að ef þú ert á mótið í út af fyrir sig, að þá er þetta hálfviti, skilur. Þá er þetta annarkvort rasisti eða umhverfis, hvað sem var. Afneitun og sinni. Já, akkurat, alls konar svona, þú veist, þá er alltaf hægt að mála þig upp sem rosalega slæman einstakling.
með vont siðferði, skilur. En hverjir þú segir þeir? Þeir, já. Hverjir eru þeir? Af því að ég er alveg, sko, ef ég segir hver ég stend, ég er alltaf að komast lengur og lengur þangað að þetta sem svona kallað kerfi. Já. Bara Matrixið. Akkurat. Það fyrir mér er orðið eitthvað svona bara sjálfala dýr sem að næri ekki lengur nokkur átt. Já, okay, en þegar að tala þeir. Já. Ég er ekki enn komið þangað að sjá, sko, þú veist, ertu að tala einstaklinga? Einstaklinga, já, nokkra. Okay. þeir eru, þú veist, að því að já, það svona partur af þessu sem kannski sumir eiga að sjá, einmitt, en þetta eru, þú veist, þetta eru ákveðin batteri og það hefur verið talað þetta aftur og aftur, það World Economic Forum hefur verið talað svolítið mikið núna, þeir hitta svolítið á þessum fundum, sko. Það alveg svona, meira þess að málsmetnandi fólk farið að benda á að það sé eitthvað skrítið að gerast þar, sko. Já, algjörlega. Russell Brand, Jordan Peterson, mjög margir. Já, akkurat, og þeir eru farin að vera svolítið opinskáir með það bara líka. Að, þú veist, að þetta, og þá erum við að tala líka hvernig við vilja kannski að gervigreindin fara að stjórna alls konar hlutum sem gæti verið mjög varasamt, sko. Og svo eru líka samtök sem hafa verið lengi til og Council on Foreign Relations, þú veist, það er Bilderberg-hópurinn og það þú veist, við heyrtum þetta allt. Trilateral Commission, þú veist. Ég tók við tala Axel Pétur inn þetta. Já, mitt sá eitthvað aðeins það. Og hann var að tala einmitt að þetta hafi verið Bilderberg, sko. Já. En nú sé þetta í orðið World Economic. Hann er náttúrulega eitthvað að reyna að taka titilinn samsærismaður Ísland, sko. Alveg gleymdi hugmyndinni gamli. Þú veist, ég var byrjað að lunga undan þeir, sko. Og bara með gagnaði mörg ár, sko. Ég lysti ekki á svona rugl. En nei, bara flott ef fleiri að tala svona hluti. En þú veist, ég rek mig ofta að finnast þann stundum, ég er ekki alltaf sammála honum með hvernig hann setur hlutina fram, en þú veist, það er hans réttur, skilurðu. En aftur þetta. Já. Að sé ákveðin hópur sem vill alheims ríkisstjórn. Já. Og hver er tilgangurinn með því að búa til alheims ríkisstjórn? Auðvelda stjórnun á mannfólki, skilju. Af því að við erum alltaf að fjölga okkur, sem er vandamáli þeirra augum, og það er erfiðara að stjórna okkur því fleiri sem við erum. Og það eru aðrir hluti sem að gera okkur erfiðara gerir þeim erfiðara fyrir að stjórna okkur, og þá komum við að, þú veist, hver eru markmiðin, og annað markmiðið er náttúrulega bara að stjórna okkur betur, auðvelda stjórnun á mannfólki, á fjöldanum, þú veist, og partur af því er náttúrulega minnka þennan mannfjölda, og þess vegna tölum við þú veist, depopulation agenda, og það er mjög áhugavert fyrirbæra, því það eru aðeilar inn í þessu World Economic Forum háttsettir sem að hafa opinskátt. Talað að það væri nú eiginlega bara hentugt að við værum svona 500 milljónir. Já, akkurat, og sérstu. En ekki 7-8 milljónir. Akkurat, sko, eins og stendur á Georgia Guidestones, fyrir mútið það, hefur þið séð þá? Nei. Ok, það var svolítið magnað, þetta er svo bara svona Stonehenge eða eitthvað, ég segi ekki alveg að magnað, en þetta eru svona risa steinar sem er búið að sko, að setja í karf, hvað heitir það íslensku? Já, búið að rista texta í, og þar kemur svona þeirra göfugu markmið, og það er ekki vita hver risti þessa steina, þetta eru svolítið stórir í Georgíu fylki í Bandaríkjunum, þar að segja, og þar komið mitt fram eitt af þessum, það er bara maintain balance of humanity en eitthvað svona, og það er allt hljótið hljóma og vel, og svo kemur bara keep humanity at 500 million or lower einn af þessum svona markmiðum, og það var margir bent á að þetta sé svolítið dulafullt og þetta hljómar eins og einmitt partur af markmiðum þessara klíku sem við höfum verið að tala um svolítið lengi, og það gerðist daginn sem var svolítið magnað, það var svona hvort það var eldingu sem að lusta á það eitthvað, ég man ekki hvað það var, en það var eyðilöðust af einhverjum svona náttúrulegum orsökum, þessi steinar, þannig að þú veist, þá fer maður að hugsa sko, guðlega íhlutun, hvernig það er sko, þannig að það var allavega, ég mæla alveg með að kíkja eins á þetta, en við ætlum að halda okkur svolítið við hérna. Já, búin að tala sko, alheims ríkisstjórn, meiri stjórn á fólki. Akkurat. Og færra fólk. Já, akkurat, og það er partur af því að auðvelda stjórnin, það er að við séum færri, og ok, þannig að þú veist, þá fyrir við líka að tala um sko, þú veist, eins og persónufrelsi og þú veist, málfrelsi og þú veist, eins og réttindi til að bera vopn og allt þetta, að þetta er andstæðingur þess, þú veist, því meiri persónulegt frelsi sem að við höfum bæði til að tjá okkur eða verja okkur, því erfiðar er að stjórna okkur, þetta segir sér sjálf, þannig að þessan er til dæmis sko Second Amendment, þú veist, allt þetta, þú veist, allur þessi áróð sem er alltaf verið að keyra gegn byssueign, skilur við, bara í hvers getur sem einhverju skotin, þá er það byssum að kenna, því að þú veist, og þá er það
agendað sem keyrt áfram í fjölmiðlum, þú veist. En þar myndi ég reyndar vera dálítið beggja blands, af því ég sammála því að mér er svo áhugavert að taka þann pól að fyrir einhverju síðan þá hefði ég bara byssueign í Bandaríkjunum, en nú ég komin, nú skil ég að grunnpælingin að geta varið sig gegn oppressive government. Akkurat. Sem árið 2023 bara að fara að hljóma sæmilega skynsamlega. Nákvæmlega. En á móti myndi ég segja, þeir eru komið með land þar sem að það er ein byssa per mannesku. Það mikið af fólki sem á alls konar geðsjúkdóma, stríð og alls konar. Þá skapar það svaðalega hættu á því að... Já, algjörlega, en þú veist, að málið er að og mjög mikið af þessum morðum eru í borgum og fylkjum þar sem að byssulöggjöfin eitthvað hörðust, þú veist, og það er mjög erfitt að fá byssur en fólk, þú veist, þá eru þið bara að gera það ólöglega. Og það er reynslan, skilur, að ef þú bannar byssur, þá eru þær alveg til staðar, þær enda bara í höndum glæpamanna eða ríkisstjórnarinnar sem geta alveg verið glæpamenn líka. Þannig að þú veist, og þannig komum við aftur að þessu, ef þú ert fylgjandi Second Amendment, þá ertu hálfviti, skilju. Þá ert þú bara, það er verið að drepa börnina og þú ert bara fylgjandi byssuegg, skilju. Og þú veist, þá ertu aftur orðin eitthvað aðeins, skilju. Það er aldrei búið að mála upp svona þá mynd að þeir sem séu, þú veist, hlindir Second Amendment og byssuegg séu þá einmitt svona klassískir trumpistar, álhattar, svona einhvern veginn svona svona vergefið fólk. Já, og þetta er allt sameiginlegt. Og þetta er, og þú veist, eins og með global warming, skilur þú veist, og þú veist, Greta, skilur rosalega svona auðvelt að vera með henni í liði að því að hún er ung stelpa sem er best fyrir framtíðinni og best fyrir, þú veist, gegn umhverfisspjöllum og plánetin okkar, þú veist, þetta er allt svona virtuous hlutir, skilju. Hvað stendur í því? Ertu á því að það sé bara bull? Það er bull. Það er bull, þú segir það bara. Alveg klálega og ég meina, þú veist, það er bara, og ég var ekkert alltaf þar heldur, sko. En þú veist, ég er ekki ennþá alveg þar, sko. Nei, en þú veist, þá, ok, og þá kom... Aftur, bara svo ég skýri hvar ég stend að það sem ég óttast núna með global warming er að það muni vera hægt að búa til narratív sem mun færa stjórnvöldum leiðir til þess að taka stjórnina á okkur, eins og þú ert að segja. Akkurat. Það, sko, ég er ekki enn búin að gera upp hugminn og þú veist, bara því ég trúi því alveg að við sem mannfólk séum að gera okkur hlutir sem sé ekki góðir. Algjörlega. Fyrir umhverfið. Klárlega, sammála því, sko. En aftur, þegar þú ert komin í svona virtuous stemningu, þá er þú veist einhvern veginn, hver ætla ég að vera að mótmæla því að það verður allt í hennu sagt, heyrðu, nú þurfum við bara að loka ykkur inn eða nú þurfum að gera þetta því það er hættulegt fyrir umhverfið. Sko. Akkurat. Og það er það sem þetta stefnir í, skilur, og þetta er af því að, þú veist, og alveg svo sáum svolítið með COVID, að þú veist, hugmyndinum, og þetta er svolítið sterk hugmynd, þú hefur frelsi til að gera það svo vilt, svo framlega sem skadar ekki aðra, right? Það er þessi klassíska hugsun, hún er gölluð, að því að hver fær að skilgreina hvað það er sem skadar aðra, og við sáum þetta í COVID, þú þarft að vera með grímu, af því að, þú veist, af því að þetta er ekki spurning þitt val, þú ert að setja aðra í hættu ef þú ert ekki með grímu og þannig keyra þær þetta áfram, skilur, þannig að þitt frelsi skiptir ekki lengur máli út af því að þeir eru búin að setja upp forsendunum þannig að þú sérst að fara að skaða aðra með því að þínu frelsi ég hef ekki frelsi til að koma að kýla þig, skilju, að þannig heldur hefur ekki frelsi til að vera andandi þínum vírusum hérna hugsanlega framan þig og þannig er þetta, og saman með eins og bólusetningarnar, þannig voru að reyna að réttlæta skildu bólusetningar, ef þú ert ekki bólusettur þá ertu miklu hættulegri gagnvart öðrum og allt þetta. En ef maður væri komin í svo hópa, ef ég stýri nú þegar heiminum Já, ok. Akkur þarf ég þá að vera breytir sig hvað til að stýra hana meira? Þú stýrur hana ekki alveg. Það er nefnilega gallinn, sko. Af því að, þú veist, ef þú myndir gera það, þá væri ég ekki hérna að blara þetta við þig. Það er nefnilega máli. Það er ekki fínt að hafa svona smá opposition. Já, sko, máli er að þetta er, og það sem að segir okkur að það sé mótstað, annars væru þeir búnir að taka alveg yfir og það væri bara með iron fist, það væri bara búið að setja gæðin sem í fangilsi og Axel Pétur og alla skilur sem að er að tala svona og lokaðu inni, en þú veist af því að það myndi vekja meiri spurningar hjá almenningi heldur en að þú veist, og þá myndir fleiri fara byrju bara fara að setja hann í fangilsi skilur að það myndi koma upp og þeim mega ennþá ekki við því að mannfólk vakni gagnvart þessu, þeir þurfa alltaf að vera með þessa grímu
sem er, þú veist, við erum að gera þetta sem við erum góðir. Við erum að gera þetta til að hjálpa ykkur. Þú veist, við erum að hjálpa umhverfinu. Við þurfum að láta ykkur vera með pappirsrör, skilur, af því að við erum að bjarga plánundinu, skilur. En eru, sko, þessir hópar, ef við gefum okkur þær forsendur, eru þeir allir með sama agenda? Já. Af því að þetta er, þú veist, þetta er skilur, þeir vita hvert stefnir og þú veist, þeir sem eru partur af þessu, þá er ég meina aktiv partur af þessu, þeir sem bara eru vondir, skilur, og þá erum við að tala þú veist, Epstein og vini hans, þú veist, Clinton mafían, þú veist, þetta er fólk sem er evil, skilur, á hátt sem við getum ekki gert okkur í hugalund, þú veist, Er það svoleiðis? Já, algjörlega. Hvernig getur fullir það? Meina, þú veist, hvað gerðu þeir? Þeir fóru í stríð í Írak, þeir fóru í stríð í Líbíu, þeir myrða fólk og byggt á legum, þú veist. Hversu evil þarf þetta að vera til þess að gera það? Þú þarf að vera gjörsamlega siðblindur til að myrða lítil börn, skilur við? Byggt á einhverjum legum, En ef ég myndi segja mitt að koma með smá alternative viewpoint sem væri að þú tækir kannski stjórnmálamann eins og til dæmis bara AOC, Alexio Ocasio-Cortez sem byrjar sem einhver svona sem ætlar að fara í stjórnmál og ætlar að gera heiminn betri og bla bla bla. Svo ferð inn í kerfið og byrjar að fatta býta ef ég ger ekki þetta þá hef ég ekki sens á að fara lengra hérna upp stigan. Ef ég ger ekki þetta þá ég heldur ekki stein. Og síðan á einhverjum punkti er þú orðin manneskjan sem að fyrirskipar einhverja dróna árás þar sem saklaust fólk deyr en þú varst kannski ekki með þetta agenda frá byrjun. Akkurat, og þar erum við að tala þú endaður á að verða tannhjól í kerfi sem er drifið áfram af græðgi og peningum og út af því að þú varst allan tíman óttaslegin að þú myndir missa tekjurnar þínar, missa vinnuna þína, missa völdið þín að þá endar á að gera eitthvað og þetta gerist bara eins og froskurinn í pottinum sem er að soðuna hægt og tekur í getur í. Þannig er þetta benda bara rosalega góðan og mikilvægum punkt hvernig þeir keyra þetta áfram að því að þetta er ekkit bara og þetta er mjög litlum hluta byggt og keyrt áfram af fólki sem er vond. Ég er bara að trúi því að þetta sé bara nánast ekkert keyrt áfram af því sko. Já, ég er ekki sammála því en þess að það er fólk sem er bara evil, skilur við. Ég meina, Jeffrey Epstein er gjörsamlega siðblind vond manneskja, right? Það er ekki tækt að segja annað, þú veist, hvað hann er að gera. Þú veist, þú gerir þetta ekki nema þú hafi bara enga samvisku, gjörsamlega. Og þú sért bara að hugsa þinn eigin hag, græðgi og bara hvað þú getur komið þér langt og vinniðinum, skilur við. Og þannig fólk, þú veist, og Bill Clinton var vinnur hans, skilur, og hann var, þú veist, ok, nú er alltaf, hann var líka vinnur Harvey Weinstein, og þú veist, þetta er alltaf þessi, þú veist, ég sé ekki, eins og Harvey Weinstein, ég get alveg trúið að hann sé ekkert eitthvað, skilur, mastermind, fattur þú veist, hann er bara eitthvað gæi sem bara nýtir þetta, hann er siðblindur, right, þú veist, það er fullt af siðblindu fólki sem samt ekkert meðvitað þetta plott, og svo er miklu stærri hópur sem ég vil meina, sem er bara gjörsamlega selt, bara heila þegið af þessu, skilur og það heldur að sé vera gott, það heldur að sé að gera góða hluti, skilur það gerir heimildamynd global warming og því að það er að bjarga, þú veist, það heldur að þetta sé raunverulega ógagvart mannkyninu, skilur það er það sem að mér finnst svo áhugavert, það er að horfa á þú veist, mannkynsagan sýnir okkur það að múgurinn er yfirleitt ekkert alltaf að fara í rétt átt sko. Nei, og sérstaklega ekki skilur, og þá var maður að hugsa fúist, að það er oft eftir á þá er svo auðvelt eins og bara fyrir þjóðverja núna að horfa á nasismann eins og bara hvað gerðist en í raun og veru er þetta svolítið saga mannkyn sko. Að þegar það verður múgæsingur og síðan bara þegar að fólk fattar að það var á rangri leið í múgæsingnum þá er það seint að snúa við sko. Akkurat. Algjörlega, og þetta er sérstaklega því að það er svo auðvelt að þú veist, þegar þeir eru búin að læra svo vel hvernig er þetta að spila inn á tilfinningafólks hvernig er þetta að spila með hugmyndi fólks hvað er gott og hvað er vont og þarna ertu að tala sko, og nú getum við aftur kannski talað eins og global warming til dæmis, af því að ég ætla að taka bara stutt það, að ég var algjörlega þar, ég man að ég var einhvern veginn í fréttinum á Stöð 2, það er hægt að grafa upp myndefni af mér með einhverja plastuskur eitthvað að mótmæla global warming á Austurvelli, skilur þú veist, og þetta var bara þegar ég er ungur og róttækur, ég er á móti Íraksstríðinu og ég er á móti, þú veist, og ég nálgast sko þessi mál upphæðlega miklu meira frá vinstri hliðinni alveg, og þú veist, ég er skilgreindur sem skilur hassíkjandi hippi með samsæriskenningar þegar ég er að byrja, þú veist, en svo er ég allt í einu orðin öfga hægri, þú veist, í dag samkvæmt skilgreinum, ég tel mig vera hvorugt, þú veist, en það sem ég hef gert bara er að reyna að vera konsistent, að það sé samkvæmum sjálfur mér í því
Að ég segi það sem ég tel vera satt. Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.